Sýrland gæti klofnað í þrennt í kjölfar borgarastyrjaldarinnar í landinu. Margir minnihlutahópar óttast hvað taki við af núverandi stjórnvöldum. Fjölbreytt samsetning þjóðarbrota og trúarhópa í Sýrlandi gerir það að verkum að borgarastyrjöldin þar gæti orðið löng. Hætta er talin á að landið klofni í stríðinu. Sýrlendingar eru flestir arabar en 10% eru kúrdar. Mikill meirihluti landsmanna eru sunni múslimar. 10% eru kristin og 15% aðhyllast svo aðrar stefnur íslams. Þar tilheyra flestir sjía-söfnuði alavíta. Assad forseti er sjálfur alavíti og flestir í innsta hring hans. Alavítar eru einnig áberandi í hæstu stöðum sýrlenskrar stjórnsýslu og meðal herforingja. Minnihlutahópar hafa ekki tekið jafnan þátt í uppreisninni gegn Assad. Meðal vopnaðra uppreisnarmanna eru arabískir sunni múslimar í miklum meirihluta. Ljóst er að ekki kemur öllum trúarhópum og þjóðarbrotum saman framtíð landsins. Því óttast margir að áfriðar ástandið verði langlíft hver sem örlög Assads forseta verða. Skemmst er að minnast borgarastyrjalda í nágrannaríkjunum Írak og Líbanon. Even if Assad were to leave from power, the military machine that supports him, the portion of the population that supports him, which could be upwards of 50% of the population, if you count the number of Alawites, Christians, and Kurds who either like him or are afraid of the opposition, suggests that, without Assad, there is still reason for fighting in this country. Jafnvel gæti farið svo að landið klofni. Meirihluti alavíta býr í héraðinu Latakíu í norðvesturhluta landsins og þar er Assad forseti sagður dvelja eftir að hafa flúið höfuðborgina. Getgátur eru að þótt aðrir hlutar Sýrlands falli í hendur uppreisnarmanna ætli Assad sér að verja Latakíu til síðasta blóðdropa og stofna þar eins konar alavíta ríki. Einnig eru leiðtogar sýrlenskra Kúrda sagðir undirbúa stofnun sjálfstjórnar héraðs í norðausturhluta landsins að írakskri fyrirmynd. Og við biðjumst velvirðingar á því að það vantaði aftan á texta þarna í þessari frétt.